Já, startu upp og kynna sig. Já, ég heiti Árni Björn. Ég ætla að spyrja þingmennina nokkra spurninga og þau vilja punkta hjá okkur. Nei, ekki nokkra spurninga, ein spurning á einn einstakling. Ég er mjög fljótur, ég hef 1,5 mínútu. Af hverju var ekki verðtryggingin afnumin þegar neyðarlagið var sett? Þegar þið vissu afleiðingarnar hvernig þetta ástand yrði hérna. Og af hverju er þessi óstöðuleiki hérna á Íslandi öndverð við það sem gerist hér á Norðurlöndunum? Og af hverju er þessi óstöð búin að vera hérna í 50 ár? Og af hverju er Ísland svona óstöð? Verðtryggingin var ekki afnumin þegar neyðarlögin voru sett. Er það ekki góð spurning? Pétur Blöndal. Já, þær eru enda fínar, það er alveg rétt. Þegar neyðarlögin voru sett, þá voru að bjarga greiðslukerfið bankanna. Já. En það kom í veg fyrir hungursneyð. Ég er ekki viss menn hafi alveg átt að sjá því hvað það þýðir ef að greiðslukerfið bankanna hrynur og kreditkortið virkar ekki lengur. Ég er ekki viss menn hafi átt að sjá því. Já, ekki. Ég er ekki viss menn hafi átt að sjá því hvað það þýðir þegar fjölskyldan geti keypt mjólk og annað slíkt í kannski 1 eða 2 vikur. Þannig að neyðarlögin voru aðallega sett til þess að ná þessu markmiði og það tókst og það var kraftaverk. Það hefur ekkert upp úr sér að rífa kjaft við Pétur hérna utan á sal allir í einum hól. Það er bara einhvern veginn ekkert sérstaklega gaman, þá bara slít ég fundinu. Ég finnst það gaman. Ég ætla að, hér er næsti maður. Góða kvöldi. Ég langar að bera eina spurningu fram til hans Steingríms og eina smá sögu líka, það er yfirleitt. Já, bara stunda þá. Á haustmánuðum fyrir 2,5 ári fór ég með Ögmund nokkur Jónsson sem samflokksmaður þinn út í port til Lýsingar þar sem voru að keyra burtu allar vélarnar úr landi. Núna er Lýsing innantóm skel. Þeir starfa á markaði og þeir hafa ekki nokkurn tilgang nema eingöngu að rukka inn lán. Þeir komu öll úr landinu og það er ekkert eftir. Núna, ef við komum með kröfur, þá erum við að beina en gagnvart ríkinu vegna þess að neytendalög Evrópusambandsins segja okkur til það að þau eru virk hér upp á Íslandi. Gerir Steingrímur sér nokkuð grein fyrir því að þau eru að fara að birtast hérna núna? Annað sem að ég vildi líka. Já, þetta er eiginlega, er ekki bara einn spurning. Já. Annað sem ég vildi fá að segja líka. Það er búið að vera með neytendalán hérna í mörg ár. Og neytendaverndin á að vera virk. Hvers vegna er hún ekki virk? Já, ok, þá... Er það ekki Steingrímur sem á að sjá og sé virk? Sjá, þá Steingrímur fyrir. Hann skrifaði undir EES. Já. Já, sko, það er þannig einfallega að ef að evrópsku reglurnar sem okkur ber að innleiða samkvæmt samningum þriggja mönnum ríkari rétt heldur en innleiðing stjórnvalda hefur gert, þá eru það stjórnvöld sem ábyrg fyrir því og fyrir því eru frægir dómar eins og kunnugt þar á meðal einn íslenskur. Þannig að ef að svo væri að íslensk stjórnvöld hefðu ekki innleitt reglurnar þannig að þau tryggðu neytendum það rétt sem þeir eiga, þá er það ábyrgð þeirra. En í tilviki neytendalöggjafarinnar, neytendalána-löggjafarinnar, þá veit ég ekki betur en íslensk stjórnvöld hafi gengið umtalsvert lengra en hinnar evrópsku reglur gera. Meðal annars með því, eins og skiptir nú heldur betur máli hér í umræðinni í kvöld, að fella húsnæðislán undir neytendalöggjöfina og hafa ekki þær fjárhæðartakmarkanir sem að víðast þar í Evrópu. Þannig að mér er ekki kunnugt að það standi upp á íslensk stjórnvöld að þessu leyti og ef eitthvað þá hafið þau gengið lengra. Ég ætla að fá Sturla Jónsson var þarna út í salnum, held ég komið með mikrofón. Góða kvöldið, Sturla Jónsson. Það langar að beina þessu til Steingríms og Péturs Blöndal. Þeir voru nú báður að þingja þessu lögur og samþykkt og svo til lögfræðinganna tveggja.
Ég ætla að lesa fyrir þér Steingrímur og spyrja hvað það sem skilur ekki í þessu. Þetta er 12. grein nefndarlánalána sem segir: ef lánasamningur heimilar verðtryggingu eða breytingu á vöxtum eða öðrum gjöldum sem teljast hluti árlegra hlutfallstöku kostnaðar og takt eftir ekki unnt að meta hverju nemur að þeim tíma sem útreikningur er gerður. Svo segir: skal, vona mamma en að þú komir í skilum það þegar þú skrakki hvað það þýddi. Sturla ekki halda ræðum. Nei, þetta er lagagreinin. Reikna út árlega hlutfallstöku kostnaðar með þá forsendu að verðlag vextir önnur gjöld verði óbreytt til loka lánstímans. Hitt annað sem ég langar að spyrja lögfræðingan er, að ég er búinn að standa í sjálfu töluvert í slagsmáli við bankann, að það er hvers vegna þeir þora ekki að fara í kollega sína og hvers vegna þeir þora ekki að fara í starfsmenn bankans. Vegna þessi lögunum segir brot á lögum þess að getur valdið skaðabótaskyldu í samræmi við almennar reglur skaðabótaréttar. Bætur sem dæmdar verða samkvæmt 1. málsgrein á innheimta þeim einstaklingi sem vinnur hjá lögaðila. Hvers vegna ráðleið ekki fólki að þeir eru alltaf að tala um að menn eru að bera ábyrgð? Sturla, þetta eru 2 spurningar. Ég bið menn að vera með eina skýra spurningu. Það þýðir ekki að halda ræður og koma svo með 2 spurningar, þá fer þetta allt út í grunn. Og ég veit ekki alveg hver á að svara þessu, en ég menna þessu beint eiginlega til Péturs Blöndals og Steingríms. Og lögfræðingarna. Þú veist, ég var búinn að segja að við getum ekki haft spurningar sem er beint hérna út í annars að. Já, ég vil taka þetta. Já, ég skal prófa. Það verður örugglega vinsælt. Já. Sko, það sem að þú lagst Sturla voru lögin eins og þau hafa staðið frá 2000, ekki satt? Já, þetta kemur nú vísu inn þegar að, frá 94 og sumt að þessu breytist árið 2000 eins og sést hérna í textanum. Það er meðal annars þetta sem er verið að bæta í frumvarpinu sem menn talar hérna í hlum. Með því til dæmis að mönnum beri að greina mönnum frá meiru heldur bara því hvernig þetta stæði að verðlagi væri óbreytt. Við viljum auðvitað tekið einhver dæmi, 5%, 10% verðbólgur láti reikna þau út, hvernig þróast lánið þá. Við vitum auðvitað að vísa ekki hvernig launin þróast á hinna liðina. En þá sjá menn að minnsta kosti hvað getur gerst. Og það er það sem mönnum er skylt að gera samkvæmt frumvarpinu, að upplýsa slíkt til viðbótar á svo Neytendastofa að hafa aðgengileg dæmi sem hver og einn getur skoðað. Þannig að menn geta alltaf prófað og borið saman og velt fyrir sér hvort er betra verðtryggt eða óverðtryggt lán. Hvorum megin vil ég taka á þetta? Sko, hér, Sturla var með aðra spurningu það menn verður ekki að sæti beint á starfsmenn bankana. Fyrirgefðu. Það svaraði ekki spurningu. Já, ég veit ekki, ég held að við skiljum kannski ekki alveg hvor annan, sko, en það þýðir ekki endilega að við skiljum ekki ýmislegt svona hvor á sinn hátt. Hérna, þú ert búinn að bíða hér lengi eftir að fá málið, hérna. Já, nei. Þú hér. Mikrofón. Mikrofón hér. Góða kvöldið, Sigurðan heiti ég. Mig langar að beina spurningu til alþingismanna. Það er í samvændi að aðfaraheimildir sýslumanna. Eiga sýslumenn ekki að gæta rétt okkar borgarana. Og mér finnst meðan það er vafi á þessum lagabákni í samvændi við þessar myntkörfulán og verðtryggingu og annað. Af hverju setjið þið ekki lög og látið sýslumenn fylgja lögunum og bannið gjaldþrotum? Bannið nauðungarsölum! Sýslumenn eiga auðvitað að gæta að hagsmunum borgaranna og auðvitað eru í lögum ýmsar heimildir bæði fyrir embættismenn og fyrir dómstóla ef ranglega er farið fram gagnvart fólki. Ég vek til dæmis bara athygli á hlutum eins og réttarfarssektum sem hægt er að leggja á bæði einstaklinga sem í forsvari eru og lögaðila og fjárhæðir sem að nema verulegum upphæðum ef að menn beinlínis ganga fram með brotlegum hætti. Ég held að stærsti gallinn í þessu sem að ég kynntist þegar að þessi mál kom inn í efnahags- og viðskiptanefndina síðasta vetur var framganga manna í vörslusviptingum sem að var algjörlega löglegur. Menn fóru bara án atbeina sýslumanns
beint heim til fólks og hirtu að þeim eigur þeirra. Ekki bara bílana sem það eru að sækja, heldur líka bara persónulega muni sem að kunna vera í þeim. Á þess að hafa nokkurt atbeina eins eða neins til þess. Og það algjörlega nextanlegt hvernig þetta gat gengið fram jafn lengi og raun bar vitni. En Efnahags- og viðskiptanefnd tók á því síðasta vetur og setti skýr ákvæði í lögin það til þess að árétta það að þetta væri algjörlega óheimilt. Og það þyrfti milligöngu til þess að menn gætu farið í svona aðfærir og við höfum fyrir vikið sætt harðri gagnrýni frá lögfræðingi lýsingar það að vera dekra við skuldara með því að rukkarar þurfi að fara og fá viðurkenndar kröfur sínar áður en þeir fara að fólki. Ég tel nú að það að menn fari sjálfir með framkvæmdavaldið hafi ekki reynst heppilegt hér á víkingaöld og að við hefum árið 2012 ekki að haga því þannig heldur eigi menn auðvitað að þurfa að fara til sýslumanns eða dómara og fá viðurkennd réttmæti krafna sinna áður en þeir fara að ganga að fólki. Þessi til viðbótar þá myndi ég vilja bæta við að leið og dómur féll í héraði, þá voru komin 2 ólíkir dómar varðandi lögmæti gengistrygginganna, þá lagði ég fram frumvarp annars vegar að tryggja flýtimeðferð á þessum málum. Því lögfræðingar sem ég talaði við, þar á meðal Gísli Tryggvason, sögðu það að þetta myndi taka langan tíma og þetta væri mörg úrlausnarefni. Réttarfarsnefnd taldi það ekki vera rétt og málið var látið deyja í nefnd. Í því frumvarpi var líka verið að leggja til að nauðungarsölur eru stoppaðar þar til að vera komið niðurstaða hvað það varðaði. Málið fór aldrei í gegn. Magnús Norðdahl ásamt Margrét Tryggvadóttur og mér flutti hins vegar núna mál á síðasta þingi þar sem hann var einmitt að tala um tillögur hvernig væri að taka tilbaka þessar nauðungarsölur sem eignir sem eru ennþá í eigu kröfuhafa sem voru teknar á grundvelli ólögmætra skilmála. María, spurning núna. Ég með spurningu núna, svona 3 ef ég maður. Nei, ekki 3. En ég ætla að byrja... Bara eina spurning. Má ég byrja að prata spurning? Svo bara kemur að ferða aftur röð. Má ég byrja ykkur að líta við öll í sætunum ykkar? Og sérstaklega Steingrím og Pétur Blöndal. Okkur var lofað þessari skjaldborg og við erum komin hérna í dag út af þessum fundi verðtryggingu sem ég horfa á sem neyðarfund. Hagsmunasamtök heimilin búin að reyna að tónka við ykkur og nú er ég með góða spurningu. Ætlið þið að leiðrétta þjófnað ykkar á heimilum okkar með þessum 40% verðbókaskoti á eigum okkar? Og Pétur, þú ert klár að reikna. Mér langar líka að spyrja, það er svo ljótt að ykkur að draga bara inn í að séu bara 13.000 heimil í vandræðum hérna, bara þeir sem keyptu fyrstu eign rétt fyrir hrun og Steingrímur pikkaði upp líka. Er einhver hér inni sem hefur tapað eitthvað í eigum sínum fyrir utan þennan hóp? Og ég ætla að biðja ykkur að því þið eru klári menn að hætta að koma alltaf með svona tölur og gera lítið úr því að hér við þessi þjóð hér, yfir helming heimila í þessu landi er orðið öryggar og við höfum ekkert upp á að hlaupa og þetta er að verða skelfing og það eru mörg þúsund heimila að þiggja mat. Það er eins og þið bara hafið ekki tekið eftir og ég spurning 3, búið þið ekki í sama landi og við hinn sem erum í eignabrunanum? Vissulega hafa mjög margir tapað mjög miklu og vissulega eru sumir og nokkuð margir í verulega miklu vanda. Þessi 13.000 sem ég gat það er fólk sem keypti sína fyrstu íbúð. Sumir höfðu keypt aðra íbúð, höfðu ekki að sjá litla íbúð sem höfðu þá grætt á áður og selt síðan og keypti mikið stærri eign. Ég þekki mörg dæmi þess og það fólk lendir í miklu vanda líka. Þannig að það þarf að skoða þann hóp líka. Ég er alveg sammála því það var mikill eignabruni. Það voru 50.000 heimili sem töpuðu 80 miljónum í hlutabréfum, til dæmis. Þetta er venjuleg heimili, þetta er venjulegt fólk sem var sumt sagt vera plata til að kaupa hlutabréf. Þannig að
þetta er alltaf mjög dapurlega sögur allstað sem við erum að heyra. Nú, varðandi það hvort við búum í fílabeinsturni, það getur vel verið að ég búi fyrir fílabeinsturni, vissulega. Ég reyni þó að hlusta á fólk. Það hringdi við maður daginn og hann sagði mjög sorglega sögur. Ég bara ekki tíma til að segja úr hana. Ég skal gera það við fyrsta tækifæri. Við erum með spurningu þarna upp í horninu, þarna erum við með mikrofónin. Fáum hana. Góð kvöld, ég heiti Elsa Bjartmanns og ég ætla að beina spurningu til Steingríms og kannski getur ykkur annars svarði og hann vil ekki svara. Nú á að fara að reikna upp þessi gengistryggðu lán og þeir þykist vera byrjaðir á því. En skyldu þið hafa munað eftir því að segja þeim að LIBOR-vextirnir eru líka ólöglegir og það þarf að láta þá draga þá frá lánunum sem fengur. Og ég ætla að athuga hvort þið vitið eitthvað það, hvort þið hafið munað eftir því að segja þeim frá því. Já, stutt bara Steingrímur. Já, ég held að sé það akkurat öfugt að niðurstaða dómstólana hafi verið svo að þeir sem hafa fullnaðar kvittanir fyrir því að hafa greitt af lánunum með upphaflegu vöxtunum, þeir njóti þess. Það er það sem hefur verið að kristallast út úr dómunum núna. Þannig að ég veit ekki til þess að það hafi reynt á það undir öfugum formerkjum að þeir vextir haldi ekki heldur þvert á móti. Að það séu þeir sem eiga gildi en ekki seðlabankavextirnir í þeim tilvikum sem menn hafa fullnaðar kvittanir fyrir greiðslum á þeim tíma lánsins sem það tók til. Já, aðeins Vilhjálmur, hann hefur fengið að tala svo lítið að Vilhjálmur. Verða að fá að tala, hann er á hreinu. Við okkar að ræða þetta þessar spurningu sem voru að tala þetta varðandi gengistryggðu málin. Því að ég vil að þessir höfðingjar sem hér eru og greiddu þessum áttaborslögum atkvæði sín, að þeir svara okkur því. Hví óskoparnir gerðu það í ljósi þess að allar umsagnir sem bárust Alþingi voru á einn veg að þetta væri óheimilt. Nú er búið að reikna það út af hálfu bankana að þessi reikningur sem átti að senda þessa, sem voru með þessi lán, 64 milljarðar. Það kom nefnilega skýrt fram hjá Gylfa Magnússyni, efnahags- og viðskiptaráðherra strax eftir þennan dóm 10. júní, ef ég man þetta rétt, 2010, að það myndi aldrei verða látið, að þessir vextir myndu aldrei fá að standa óhaggaðir og þessir voru afnæmningslögin sett sem að síðan hefur leitt til þess að fólk hefur fengið 64 milljarða reikning í hausinn, kolólöglega, og þetta var skjaldborgin sem að þessi ríkisstjórn bauð okkur upp á. Ólögleg lög. Ég vil að þeir svara því hvernig mönnum datt þetta til hugar í ljósi þess að þeim var bent á það að þetta væri ólöglegt. Taka það fram í tilefni af spurningu Sturlu hver beri ábyrgð. Ég tel að séu lögaðilar sem beri ábyrgð en ekki starfsfólkið og ég get gert nánar grein fyrir því ef þörf er á en ég hef sagt Sturlu frá þessu áður. En af því að Helgi myndist líka á réttarfarssekti þá vil ég benda það að lögaðilarnir bera mjög ríka ábyrgð að þeir fara í fjárnám eða uppboð eða gjaldþrot á grundvelli lána sem síðan reynast ólögmæt, hvort sem það eru gengistryggð eða verðtryggð lán. Þá bera þeir svona hlutlæga ábyrgð á öllu tjóni sem verður. Þannig að ég vona að lögfræðingar bankana eða kröfuaðila séu að hlusta eða rifja upp námið. En þetta er mjög skýr regla. En við skulum meina það að fundurinn þetta snýst fremur verðtrygginguna ekki gengistryggðu lánin og þannig að við skulum ekki missa okkur út í þau. Hér er Andrea Jóhanna Ólafsdóttir með spurningu. Ég reyna að koma í mörgum spurningum að sérstaklega ef spurningar eru stuttar og ég verið vissum að þið sé ekki hérna til alls borðsins. Já, takk fyrir orðið. Andrea Ólafsdóttir og ég vil þakka félögum mínum, þessum kraftmikla fólki í hagsmunasamtökunum fyrir þennan fund og ykkur öllum fyrir að mæta. Mér langar helst til að klappa enn og aftur fyrir þeim, frábært fólk. En mér langar til að beina spurningu til allra þeirra sem sitja á þingi. Vegna þess að við þurfum að beina augum að því sem fundurinn er það er að segja þetta dómsmál hagsmunasamtakanna. Það getur orðið svo niðurstaða að það þurfa að leiðrétta lán 20.000 heimila aftur í tímann með stórfelldum hætti. Og við þurfum að hugsa fyrir því hvernig það verður gert, þannig að lenda ekki á ríkissjóði.
Mér langar til þess að spyrja þingmenn og öll ykkar hvort að það komi til greina það sem hefur verið í umræðinni undanfarin ár. Nú hafa vogunarsjóðir keypt lánin okkar og eiga þau að stórum hluta til. Þeir keyptu þá á mjög lágu verði. Mér langar til að spyrja hvort það komi til greina hjá þingmönnum og mögulega þeim sem munu sitja í ríkisstjórn í framtíðinni að kaupa þessi lánasjóð hreinlega á sama verði og vogunarsjóðirnir keyptu þau, lágu verði, og nota afsláttinn sem þeir fengu til þess að leiðrétta lánin þannig að ekki lendi á ríkissjóði. Komi í veg fyrir arðgreiðslur til þessara sjóða, til þessara eigenda á næsta ári eins og ráðgert og mig langar til að biðja þá þingmenn til að rétta upp hönd sem myndu styðja slíkt mál. Það engin þingmaður í salnum sem tilbúinn til þess að styðja það að kaupa lánasöfnin á sama verði og vogunarsjóðirnir keyptu þau og nota afsláttinn sem þeir fengu til að leiðrétta lánin okkar. Mig langar líka til að beina spurningum til Þórðar Heimis, lögfræðings, vegna þess að þetta er komið. Ég vil að hann útskýri málið aðeins betur út frá Evrópudómnum sem að fjall sambærilegt mál. Er einhver vit í þessu? Margrét Tryggvadóttir. Ég held að þessu grundvallaratriði að við erum ekki, það hrikalasta sem ég finnst að geti gerst væri að borga arðinn út úr bönkunum. Það er bara hrikalasta. Þetta eru peningar sem ég finnst vera ránsfé og þá á að nota til þess að leiðrétta lánin. Þessi tillaga sem er góð að vissu leyti, hún leysir ekki allan vandann, hún leysir íbúðalánasjóð ekki úr smjörni. Vegna þess að þar eru bara aðrir kröfuhafar og það eru til dæmis við sem eins og Pétur H. Blöndal benti á, en það er hægt að leysa þetta mál, það er hægt og þetta er sjóðurinn sem á að nota ef einhvern sjóð á að nota. Ég var í New York fyrir nokkru þar sem ég satt málþing reyndar skuldsetningu ríkissjóða. Þar voru margir sérfræðingur, þeir voru allir saman það að það eru hrægammasjóðarnir sem eiga að taka tapið. Já, ég rétti nú ekki upp með henda en sitt nú ekki á þingi núna en hef setið sem varaþingmaður þegar Margrét fór í þessa umrædda fest. En þá hefur Lilja Mósesdóttir sem þingmaður samstöðu bent á mjög færar leiðir sem nú engin tími til að útskýra hér en gengur einmitt út af þetta að hrægammasjóðirnir fara ekki með þessa peningulandi heldur verðu þeir skattlagðir í alltaf 80% sem þá í rauninni svipuleið og Andri að tala en fær. Einn aðal ástæða þess að ég bauð mig fram aftur til þings einmitt þessi snjóhengja sem að vogunarsjóðirnir tengjast. Þetta verulega hættuleg staða fyrir Ísland, verulega hættuleg. Og við þurfum að vinna saman þingmenn allra flokka að því að leysa þennan vanda þannig að þessum kröfum öllum verði helst breytt í krónur og við höfum þú vald á þeim. En þetta eitthvað sem að mér finnst að þingmenn allra flokka þurfa að vinna. Þetta stórhættulegt. Ykkar málsögn, það getur vel verið að hún náðu fram. Ég meina, ég óskum þess kannski ekki endilega vegna þess að íbúðalánasjóður hann náttúrulega með ríkisábyrgð. Og ef hann þarf að borga þeim 100 milljarða, þá það, eða 200 milljarða sem getur verið orðið, þá það bara skattið sem greiða. Já, ég verð að fá að segja það sama. Hversu gaman sem það væri að geta sagt að væri til einfaldar lausnir á þessu öllu saman og einhverjir aðrir, einhverjir vondir vogunarsjóðir getur bara að borga þetta, þá ætti ég ekki að gera það hérna í kvöld, vegna þess að það væri innistæðulaust lofað á minni hálfu. Og ég vil þá bara hafa það þó verið búað á mig eða ekki klappa fyrir mér. Ég ætla að segja það sem ég tel vera ábyrgt í þessum efnum og veruleikinn sá
að langstærstur hluti verðtryggðra íbúðalána hjá Íbúðalánasjóði og stór hluti hjá lífeyrissjóðunum þar í viðbót. 700 milljarðar hjá Íbúðalánasjóði og ríkið á hann, við eigum hann saman og með ábyrgð fyrir honum, og 160 milljarðar eru í verðtryggðum sjóðfélagalánum frá lífeyrissjóðunum. Þetta þurfa við bara að horfast í augu við eins og það að öðru leyti ætla ég ekki að blanda mér inn í væntanlegt dómsmál. Eiríkur Stefánsson þarna í stöði. Takk fyrir þennan fund. Þú verður nú að leyfa mann aðeins að bregðast við þessu. Nei, ég ætla ekki að vera þetta. Ástæðan fyrir ég stoppa hérna við það það tilhugsun að afhenda einhverjum hrægammarsjóðum meiri pening er bara mjög, mann hyggst algjörlega á því. Þannig að við skulum ræða einhverja aðra hugmyndir en það að fara að gefa hrægammarsjóðum einhverjum meiri pening. Þetta eiga skilið sem ekki neitt. Já. Ég vil minna á það Steingrímur J. Sigfússon að við 18 ára samfelldri stjórnarandstöðu frá 1991 til 2009 þá varst þú með innihaldslaus loforð allan tímann og þegar þú komst í stjórn þá segist þú allt sem hafði lofað. Þetta veist þú Steingrímur. Spurningin þessi til Steingríms og Helga Hjörvar. Hefur ykkur ekki dottið það sem hafa setið í stjórn allt upp í 6 ár eins og Samfylkingin og 4-5 Vinstri grænir? Hefur ykkur ekki dottið það í hug að leita ráða hjá Evrópusambandinu að því að við Íslendingar við innlimuðum Evrópusambands reglur neytendavernd og vernd neytenda vegna ólöglegra lána eða lána eins og verðtryggingarinnar? Hefur ykkur ekki dottið það í hug að það sé ykkar hlutverk ríkisstjórnarinnar að láta skera úr þetta hjá Evrópusambandinu hvort að lánin séu ólögleg verðtryggðu lánin eða ekki? Þið erum með nógu marga menn í Evrópu núna til að semja okkur í sambandið. Hefur ykkur ekki dottið í hug að láta skera úr þetta? Þetta ykkar hlutverk, ekki fólksins sem ekkert hefur verið milli handanna til að sækja lögfræðinga. Þetta skammast í það. Af hverju við í Samfylkingunni leitum ekki til Evrópusambandsins? Ég held að það sé alveg rétt sem að hér hefur verið haldið til haga að Evrópusambandið hefur fært almenningi og neytendum á Íslandi margvíslegar réttarbætur. Ég tek undir með Guðmundi hér það að í fyllingu tímans getur það vonandi líka fært okkur gjaldmiðil sem almenningur í landinu getur lifað við og dómsmál varðandi verðtrygginguna og varðandi þessi gengislán þá það auðvitað þannig að til að mynda í þessum prófmálum sem hafa verið þá hafa verið gerðið það ráðstafanir varðandi málskostnað og þar má reikna með því að málum verði skotið til þeirra yfirvalda sem að skera úr það í hinu evrópska samhengi en ég held að til þessu varnarlið en ég held að þessi málaferli verði bara að hafa sinn gang og fá sínar lyktir hér á Íslandi. Eiríkur, stopp. Það eru fleira fólk hérna. Nei, ég ætla bara að benda á það að í svona tilvikum þetta gert ráð fyrir því að dómstólarnir geti leitað ráðgefandi álits frá EFTA-dómstólum. Og þegar það reynir á túlkun Evrópureglna þá hægt að vísa því þangað og fá ráðgefandi álit. Það þá viðfangsefni dómstólana eða dómarana sem að þegar málið komið í þennan farveg. Svo vil ég nú segja Eiríkur minn að ég finnst þetta ekki sanngjörn einhvernagjöf sem ég fékk á þér. Þú og fleiri hefðum átt hlusta aðeins meira á það sem ég var að segja árið 2004, 5, 6 og 7 þegar ég varaði við því að hér væri alltaf að fara á hliðina. Og hvað gerðist? Þórður. Ég held að svarinni Andreu hérna á það, þessa dóma. Já, Evrópudómsins, bara östuð, að við vísum til tveggja dóma Evrópudómstólsins, sem eru skýlaus dómafordæmi, þar sem reynir á svipuð sjónarmið og eiga við stefnendur í þessu máli. Þannig að þessi dóma verður lagðir til grundvallar. Ég ætla ekki að fara að fjalla þá hérna. Þú færst 10 mínútur líka til að tala með þetta. Hérna, við erum með fullt af spurningum. Ég í alveg stökustu vandræðum með þetta, en hér á fremsta bekk. Svo ætlaði ég að fá hann Björn Grétar hérna á eftir og það fullt af fólki hérna til dæmis, já.
Ég heiti Halldór Sigurþórsson og ég er með örstutta spurningu til þessara þingmanna. Það getur verið bara handaupprétting, getur verið nóg. Ég nefnilega sé fyrir mér að þessi málaferli núna sem loksins komin af stað og mjög góð, að þau geta staðið yfir í mörg ár. Væri ekki miklu betra ef Alþingi virkjaði lög allsherjarvernd neytenda frá því 2001 og stoppaði alla innheimtu lána og sendi pínulítið lög það að lánasamningar þyrftu að koma fyrir dómara til þess að ákveða hvort að lánasamningur séu löglegur eða ekki. Gísli? Já, það er nú að því að Eiríkur var að spyrja okkur hefur Evrópustofnanir... Þessi spurning, ekki? Já, þetta tengist aðeins sko að ég held að sé mjög slæmt að þurfa að hafa beðið í 4 ár eftir úrlausn lögmæti ýmissa lánaforma. Ég kannaði það fyrir 5 árum hvort að ég geti heillega spurt EFTA-dómstólinn, en mér finnst þetta ekki slæm hugmynd sem kom hérna áðan að snúa svolítið við sönnunarbyrðinni hvort að lánin séu lögmætt. Takk. Og ég vil þakka fyrir þennan fund, þennan glæsilega fund. Og ég ætla að gefa honum Vilhjálmi Birgissyni tækifæri til að segja meira á þessu. Ég vil nú byrja að þakka ykkur fyrir á Akranesi fyrir að eiga frumkvæðið af þessum málum. Við ætlum að misjafna miklu undir. Mér langar til að vita hvað mörg stéttarfélög í landinu sem eru búin að taka undir þetta með þetta að styðja ykkur. Ég veit að það eru nokkur á leiðinni. Sér bara lítil spurning í lokin, þetta múnir mjög sakna þess ekki að hafa forseta Alþýðusambands Íslands við liðmaður. Ég hugsa að hefði haft gott að því að vera á þessu fundi og svara fólkinu hér, til dæmis af hverju hann stóð fyrir því að fella ályktun frá mér á ársfundi Alþýðusambands Íslands afnám verðtryggingar og að setja þak á húsnæðislán til einstaklinga. Hann sá til þess að sú tillaga var felld, sem mér reyndar óskiljanleg. Varðandi önnur félög. Jú, það eru 3 félög sem eru búin að taka þátt í því að styrkja félagi og ég veit að það eru fleiri á leiðinni. Það eru annars vegar Framsýn stéttarfélag Húsavík, Verkalýðsfélag Grindavíkur og býtum svo var það eitt en það er Sjómannafélag Bolungarvíkur sem eru búið að gera þetta. Þetta er mikið mál og við erum með lögmenn í þessu sem eru kannski ekki þekktir fyrir mikið mannvind eins og forseti Alþýðusambandsins sagði, en ég veit að Björn Þorri vinur minn hérna í salnum, en ég eiginlega legg til að hann breyti lögmannsnafninu á stofunni og svo segir bara að þetta sé mikið mannvind sem að þessi lögmannsstofa heitir í dag. En ég veit að þeir munu fylgja þessu máli vel eftir og við munum öllum líkindum þingfesta þetta mál held ég einhvern tímann með miðjan desember. Sigurður Sigurðsson heiti ég. Steingrímur, þú munt vera yfir neytendastofu, fara með neytendamál. Samkvæmt EES-samninginn þá ber stjórnvöldum að skipa stjórnvald sem fer með það vald að geta farið yfir lög og óréttmæta skilmála í samningum, skuldabréfum eða öðrum samningum eða lögum og geta fellt á gildi. Samkvæmt heimasíðu Neytendastofu þá það tekið fram að þeir séu tengiliður EES og séu jafnframt stjórnvald skipað af viðskiptaráðuneyti þáverandi. Þessi sama Neytendastofa neitar mér og hefur neitað að sinna erindi þess efnis að fella niður þessi samningar eða gera eitthvað eða úrskurða eitthvað í þessu samning. Samkvæmt forúrskurði frá Dómstóli Luxemburg, Evrópska dómstólnum, þá ber að vernda neytendann og ég spyr þig, af hverju er þetta ekki virkjað? Neytendastofa þykist eingöngu vera að hugsa það hvort að vöruverð sé í lagi eða innihaldslýsingar sé í lagi samkvæmt lögmanni Neytendastofu. Getur þú svarað af hverju er þetta ekki virkjað og er gert þetta í þessu? Þín ábyrgð. Nei, ég
get það í raun og veru ekki. Ég að kynna mér þetta mál, því að eins og þú leggur það upp, þá virðist þér dálítið málið það hvort að hún starfi í samræmi við það sem hún eigi að gera miðað við evrópsku reglurnar. Ég vil ekki gefa mér niðurstöðu því fyrirfram fyrir að ég búinn að fá tækifæri til að skoða þetta mál. Þið eru velkomin að senda mér gögn og ég skal láta fara í þetta. Það hið heiðarlega svar. Jón, hér kona á eftirvegg. Góða kvöldi, ég heiti Hjördís Vilhelmsdóttir. Þú svo vinsæll Steingrímur, þannig að að gera láta reyna mér á þín ráðbönd. Mér heyrist hérna á öllu þrátt fyrir sé ósköp jákvæð eðlisfari að við erum ekkert að fara að losna við þessi verðtryggingu næstu áratugum. Hún búin að vera hvað í 30 ár. Ég held að það sé engin pólitískur vilji til þess á landinu að losna við verðtryggingu. Nei, því miður, en mér finnst leiðilegt að halda ræður mér leiðist alveg spurningafólk en ég virðist eitthvað slítið á þeim sem hafa hegðað sér þannig. Það var nú einu sem þannig að verðtrygging þurfa að setja og það var það líka sett á launin. Það tókst með einu pennastriki að anima það. Þannig að langar að spyrja Steingrímur til þess að sætta bara óánægju í landinu. Hvernig líst þér á að hafa næturfund í Alþingi morgun og beita þér fyrir því að það verði smellt á strax verðtryggingu á launin þar til þetta máli til lyktaleitt og svo seinna þá að taka þetta af sama bretti af lánum og launum. Já, það nú þannig að það að draga úr vægi verðtryggingar og stærstur hluti útlánana í dag, allavega frá bönkunum, eru í óverðtryggðu lán. Og það náttúrulega á nokkurs vafa vegna þess að menn eru mjög brenndir af hinn. Ríkið hefur aukið sínar útgáfur á óverðtryggðu lán til þess að minnka vægi verðtryggingarinnar í sínu útlánasafni. Og ég nefndi hérna þann möguleika sem að væri að mörguleyti bestur á mínum mati. Það að breyta vísitölugrunninn þannig að það fylgdi þeirri vísitölunni sem lægri væri hverju sinni, launavísitölunni eða neysluverðsvísitölunni. Það myndi koma í veg fyrir þetta misgengi og í raun og veru tengja þetta við launin með hagstæðri hætti heldur en að gera það beint. Þannig að þá nýtur þess tíma þegar að launin hækka meiri verðlægir en gildu ekki fyrir þá hinum tíma. Ég held að verðtryggingin muni láta undan síga og það sjálfsögðu á að vera stefnan að taka hana út, en það þarf að gera það á báðum hliðum og svo hafa hina hliðin málsins líka í huga. Til að víðtæku verðtryggðu skuldbindingar lífeyrissjóðanna og annar aðila, það þarf líka að vinna þær niður. Svara spurningunni! Svara! Og hérna, við skulum hafa þetta allt í rónæði. Hérna, hverju finnst ykkur hann ég eftir að svara? Bara einn í einu. Setja verðtryggingu á launin á morgun. Ég get ekki lofað slíku, nei. Hann getur ekki lofað slíku, það er komið. Það er komið. Hann segist ekki geta lofað slíku, það er komið. Ég ætla reyndar að spyrja Gísla Tryggvason hérna einu. Nú er reyndar ljóst að fólk að taka óverðtryggð lán í stórtíð núna í bönkunum eða þeir sem yfirleitt þora að taka lán á Íslandi. Myndir þú mæla með því við mig að taka óverðtryggð lán í banka eins og ástæðan er? Ég nú feginn að ég hef ekki gert bankaráðgjafi hingað til en ég held að kröfuhafinn verði bara að sæta því að spá fyrir verðtryggingu frekar en að setja alla áhættuna á þann sem er ekki með greiningadeild í sinni þjónustu. En ég held að það sé miklu betra að spyrja Pétur Blöndal að því hvað þú átt að gera við peningana. Nei, ég meina, nú ef ég væri að taka lán á morgun og ég hefði möguleikann á að taka óverðtryggt lán eða verðtryggt lán hjá bankastofnun, hvort ætti ég að gera? Pétur? Ég skal svara þessu. Ég myndir álega að taka 50-50. Það er nefnilega hætta í hvoru tveggja. Og með því að taka helmingin óverðtryggt og hinn helmingin verðtryggt þá er búin að minnka áhættuna fyrir heimilið þitt. Og ég myndir álega það en auðvitað getur svo framtíðin leitt ykkur alltaf neður. En varðandi að verðtryggja launin, ég gat það áðan að VKR, verðtryggða krónan, hún getur komið verðbólgu í hana ef hún er alltaf víðtæk. Þannig ef við ætlum að verðtryggja launin, þá getum við fengið verðbólgu í verðtryggðu launin, verðtryggðu krónuna og þá kemur óðaverðbólga
og þá munið þið kynnast vandræðum á Íslandi sem ekki kynst áður. Við ætlum sko, það eru örfá mínútur eftir þessu fundi. Ég er með, ég ætla að, einn þarna uppi, einn þarna og einn þarna. Það er bara þrjár fyrirspurnir eftir, svo þá er það búið. Ég heiti Þórarinn Einarsson, spurning til Helga Hjörvar. Þegar verðtryggingin verður dæmd ólögleg, megum við þá eiga von á því að fá ný átnabárslög eða ekki kannski til í að gefa frekar yfirlýsingu það að fyrst að bankarnir vilja sennilega fara á hausinn, að virkja á nýju neyðarlögin, virkja takmarkaðar innstæður yfir nýja banka, samfélagsbanka og láta svo tap lenda á kröfuhöfum og reglum. Takk fyrir. Þetta er ekki farandi, við mættum að samþykkja ályktun fundarins. Vil ég ekki vera með í því? Takk strax. Já, bara líka því að Vilhjálmur nefndi það áðan, þá vil ég að það sé alveg skýrt hér að ég stóð ekki að lögum 151/2010. En ég vil eindregið vara mitt því í þessari umræðu, annars vegar óvinavæðingu og hins vegar heimsendarsmál. Það mun ekki færa okkur neitt áfram. Ég tel að þeir sem eru andstæðingar verðtryggingar hafi ákaflega sterka málefnalega stöðu. Og ég tel að þeir sem hafa verið kjörnir á Alþingi séu þar til þess að vinna góð verk í þágu almennings og að þeir hlusti á þau rök og það eigi að færa þau fram af festu en ekki reyna að draga upp þá mynd að þeir sem hafa það erfiða verkefni með höndum að fara með stjórn landsins á þessum tímum, þeir séu óvinir og að hér sé heimsendi handan við hornið því hvorugt er rétt. Ok. Gunnlaugur heiti ég og er Ólafsson og ég er líka með spurningu til Helga Hjörvars. Ég tilheyri þeim hópi sem áttu þann draumum að hér væri opinn og lýðræðislegur flokkur, hreyfing að myndast sem að legði áherslu á samvinnu félagshyggju fólks og kynni að hlusta á fólkið í landinu. En hef orðið mjög miklu vonbrigðum með Samfylkingun og skil í raun og veru alls ekki af hverju hún hefur Sighvat Björgvinsson sem helsta talsmann sinn í þessum málum. Sighvat Björgvinsson er alltaf ekki helsti talsmann. Nei, ég er nú... Hann er bara kall út í bæs að vera greinir. Bæta við, reyndar kemur Helgi Hjörvar á 2 mánaða fresti og segir að verða að draga úr verðtryggingu. Það er ekki nóg oft og það er ekki nóg margir með tennur í þessu máli og spurningin er þessi að til þess að fólk, þetta er helsta kosningamálið, mun Samfylkingin ekki tala skerleikar gegn verðtryggingu fyrir komandi kosningar og B-liðurinn er eiginlega þessi að hvað skýrir þetta? Er það hagsmunagæsla fyrir lífeyrissjóðina eða setti alþjóðagjaldeyrissjóðurinn þetta sem skilur við að þetta yrði svona? Já, Helgi er hér í sviðsljósinu. Já, ég veit þetta fyrir sig ekki að gangi leiti ég að svara fyrir Samfylkinguna. Ég held að það gildi nú stjórnmálin almennt að flokkarnir sem að hér eru leitast við að endurspegla þau sjónarmið sem að uppi eru í samfélaginu og það sem að mun gerast í prófkjörum flokkana, á landsfundum flokkana, í stefnumörkun flokkana fyrir næstu þingkosningar, það mun ráða því hvaða skref verða tekin í verðtryggingarmálum á næsta kjörtímabili en ég segi ykkur það eins og það er að veruleikin er þannig að verðtryggingin verður ekki afnumin á einni nóttu en það er hægt að taka hvern áfangan á fætur öðrum í því og þá eigum við að taka. Ég held að menn séu kannski ekki bara menn er náttúrulega líka að tala um það að þeir vilja fá sinn skaða bættan, ekki bara það að verðtryggingin sé afnumin. Heldur þeir sem til þess að hafa orðið fyrir verulegu fjártjóni vilja fá þann skaða bættan með verðtryggingin. Eldsnöggur, ég ætla bara rétt að því ég veit að þetta eru lokaorðin hjá mig, mér langar bara að upplýsa þingmennum raunasögu sem ég fekk á borðtími núna bara fyrir stuttu síðan. Fólk rétt rúmlega 30 tók 22,5 milljón króna lán árið 2005. Lánin stendur í dag í 37 milljónum.
Þau hafa alltaf staðið í skilum, 160.000 króna afborguna í hverjum einasta mánuði. Húsið var síðan metið hérna 29 milljónir. Þau komið til mín og sögðu, við erum hætt. Við erum hætt þessari vitleysu. Ég ætla að fá að segja bara, eða ég veit að þetta verður öllum getur lokaorðin hjá mér, það er svo mikið hneyksli sem að gerðist í október 2008 þegar að fyrrverandi félagsmálaráðherra og núverandi forsætisráðherra skipaði nefnd sem hafði það markmið að skoða möguleika á því að taka neysluvísitöluna tímabundið úr samband undir forystu forseta Alþýðusambands Íslands og fleiri höfðingja. Þeir sögðu nei vegna þess að það mun kosta fjármagnseigendur 100 til 200 milljarða. En það mátti fórna skuldsettum heimilum á altari verðtryggingarinnar. Það er þetta sem að Alþingi Íslendinga skuldar fólkinu að skila þessari leiðréttingu tilbaka sem hægt var að gera strax í október. Spurning kemur hér, ég heiti Arnbjörn Sigurðsson, er frá Bjargís og Grettisögu. Fulltrúi í verðtryggingarnefndinni. Þetta ætlaði ég að segja næst. Góðri stjórn Eyglóar. Ég er óvinur verðtryggingarinnar, það fer ekkert að milli mála. Það sem átt að tryggja, verðtrygging sem átt að tryggja lága vexti. Allir vita hvernig það er. Og þetta sé flókin fjármálaafurði og í raun tvöfalt og ógegnsætt kerfi. Okkur vantar einfaldleika. En, þannig ég fengi að ráða á verið verðtryggingin skotin á færi og tekið með töngum og sett í ómerkta gröf. Já, nú kemur spurningin. Og hún er til Steingríms, mögulega Helga eða hverja sem er vilja svara. Jó, því að hann var fjármálaráðherra. Ég vil okkar að segja, eða spyrja, hverjir bera verðtryggingar áhættu á Íslandi að stærstu leyti? Menn er alltaf að segja, já það tíðkast verðtrygging í öðrum löndum, það er rétt. En hvað er nú það og hvað er nú á Íslandi? Hverjir bera ábyrgð? Á Íslandi, eða tökum erlendis, þar er þetta fyrst og fremst ríkissjóðir og stórir fagfjárfestar. En á Íslandi þá virðist ríkið sjálft ekki vilja sjá það að vera með verðtryggðar skuldbindingar. En með lögum hefur það haldið einstaklingunum við það að vera með verðtryggð lán og ríkisstjórnin sem var með það að markmiði að draga úr umfangi verðtryggingar er rétt nýlega búin að samþykkja að íbúðalánasjóður megi lána eitthvað annað en óverðtryggð jafngreiðslu lán sem er hérna alvegstu kottinu. Við verðum að nega spurningin hvers vegna er þetta svona? Hvers vegna vill ekki ríkið vera svona en heldur einstaklingunum og fyrirtækjunum í verðtryggingum? Takk. Það er ósköp einfalt að þeir sem taka langmestu áhættuna eru einstaklingarnir af verðtryggingunni á skuldahlíðina og þar eru húsnæðislánin langstærst og það er ömurlegt fyrirkomulag. Vegna þess að ef það er einhver lánaflokkur sem þarf að reyna að tryggja eins og hægt er og verja fyrir slíku, þá er þetta lán til heimiliskaupa. Og því þau eiga auðvitað að hafa sérstöðu. Það er allt annað að fólk taki áhættu í formi verðtryggingar eða einhver annara skilmála til bílakaupa eða annara hluta. Það þurfa að gilda önnur og strangari lög íbúðalán. Og það er mikil ógæfa sem Íslendingar höfum verið í standi með þau mál, en þetta er að vera 35 ára gömul saga, bara svo það sé haft í hugum. Já, ég vil kannski segja eitt hérna að það gilda ströng lög íbúðalán sem eru neytendalán, en það er bara ekki farið eftir þeim. Orðið. Mér langar að segja örfá orða því að það er nú ekki búið að beina nefni einustu spurningu til mínu kvöld, þannig að ég ætla að leyfa mér að vera pínu frekur og taka það svolítið. Það er vissulega rétt að þetta fyrirkomulag nýtur mjög mikilvæg sérstöðu hérna á Íslandi.
vegna þess að staðreyndin að í þeim ríkjum sem nefnd hafa verið hérna, þar sem þetta tíðkast að verðtryggð skuldabréf séu í gangi, þá eru það yfirleitt ríkis skuldabréf gefin út af ríkinu. Og þá eru þau gefin út af ríkinu til þess að fólk hafi traustan fjárfestingarkost sem það getur leitað með sitt sparifé sem að ríki skaffar. Það að segja að fólk geti keypt sér tryggingu hjá ríkinu fyrir því að ríki steli af því sparnaðinum með verðbólgu. En þá spyrir maður sig að því að þegar verið að velta verðtryggingunum yfir á heimilin í landinu, hvernig er eiginlega verið að tryggja fyrir heimilunum? Ég hef nú verið að velta fyrir mig bara svona inn í pólitísku stöðu í Íslandi kosningar í vor og menn hafa svona verið að pæla því verður þetta stórt kosningamál og þá hversu stórt. Finnst ykkur til dæmis líklist að myndist pólitísk samstaða hér á Íslandi að ráðast af þessum vanda? Ég er ekki viss. Ég er alveg ekki viss. En ég ætla að, það er bara svona til umhugsunar. Ég ætla að minna á fund. Og ég bjarga íbúðalánasjóði. Ég er ekki komið staðið í kvöld. Heyrðu, nei, þetta er búið. Eigum að leyfa honum það? Ok. Með því að fella niður verðtryggingakúi frá 2008 á íbúðalánum, þá sleppur íbúðalánasjóður við að reyna að innheimta þessi vanskil og fær þar að leiða til færri íbúðir í hausinn. Hann er núna með 2500 íbúðir á landinu sem flestar liggja undir skemmdum í vetur, að þeir ekki nota það. En með því að hjálpa fólki til að búa í þessum húsum áfram, þá er hægt að bjarga íbúðalánasjóði. Það verður ekki gert öðruvísi. Takk fyrir. Ok, það er þörf saman að ég er að minna á fund sem hefur yfirskriftina Slagur við dróma. Samstöðufund 15. nóvember að Reykjavíkurvegi 64 annarri hæð Hafnarfirði. Fundarstjóri Ólafur Ísleifsson. Af hverju fáum við fyrir viðskiptavinni Spron og Frjálsa fjárfestingarbankans ekki banka eins og aðrir Íslendingar? Síðan er það ályktun fundarins og hún er borin upp af Þórði Birni Sigurðssyni, Andreu Ólafsdóttur, Sturlu H. Jónssyni og Ámundur Loftssyni og hún hljómar svo. Og ég bið ykkur að rétt pönsi verður sammála þessari ályktun. Almennur fundur í Háskólabíói 13. nóvember 2012 krefst þess að Alþingi tryggi tafarlaust afnám verðtryggingar á lánsfé og að gildandi lög neytendavernd séu virt. Og þá spyr ég hverjir eru samþykkir þessu? Nei? Almennur fundur í Háskólabíói 13. nóvember 2012 krefst þess að Alþingi tryggi tafarlaust afnám verðtryggingar á lánsfé og að gildandi lög neytendavernd séu virt. Þetta eru 2 ítem, ok. Ok, þú vilt að, ég sé ekkert út í þennan sal. Ok, já. Á móti, það er svo gaman að sjá hverju eru á móti. Pétur.